Góðan dag. Í þessu þætti ætla ég að fjalla prentefni frá Extruder sem heitir ASA Glass Fiber. Þannig að kíkjum aðeins á það. Ég keypti þetta prentefni frá Extruder Austurríki og fékk smá afsláttarkóða frá þeim, þannig að ég borgaði ekki fullt verð en þeir hafa engin áhrif á vídeóið eða neitt svoleiðis. Það var bara, þeir vildu styrkja með þessi prentefnakaupum þannig að ég fekk smá afslátt. En ég ætlum að kíkja aðeins á nokkuð prent sem ég gerði og mælingar sem ég gerði einnig líka. Þannig að kíkjum aðeins á prentin. Hérna, þetta er svona lime green prentefni, frekar ljóst. Og þetta prent hérna, Sir Layers a lot, það kom bara mjög vel út. Og svona eitt kattahár hérna inn á milli, það er alltaf hjá mér. Þetta kom bara vel út, ekkert stringing í þessu. Og þessi gaur hérna, hann sýnir stundum stringing ef það er stringing vandamál í prentefni. En það var ekkert slíkt að sjá þessu prenti. Þannig að þetta leit bara vel út. Svo hérna kötturinn, hann kom líka bara vel út. Ekkert sérstakt vandamál hann bara sléttur og fínn. Og ekkert vesen á honum. Svo hérna overhang testið. Það er svona smá hérna í horninu. En annars bara mjög gott. Ég sjá hérna rétt í horninu aðeins smá drooping, en mjög lítið samt. Og hérna makerkönnu mitt, það kom líka bara mjög vel út. Ekkert undan því að kvarta. Og bensín hérna, hann kom bara vel út. Það er smá svona hölllæn hérna. Kannski erfitt að sjá það, en þið sjáu kannski aðeins hérna í skugganum. Það er pínlítið, en mjög lítið samt. Og svo prentaði hérna þessa körfu hérna. Það er alltaf að eiga hérna borðinu hjá mér. Og það var fullt af retractions í þessu prenti og þetta kom bara vel út. Ekkert vesen á því. Og svo prentaði ég þessa dolli hérna, þetta er bara svona holta innan hérna. Og eina vandamál hérna lenti ég smá drooping undir hérna og hérna í miðjunni. En ég hefði hreinlega bara átt að vera með support hérna. Þegar ég skoðaði mótil eftir það, þá var þetta bara prenta át í loftið. Og þetta er ekki prenturinn að kynna, þetta er mér að kynna. Þannig að það sjáu hérna hvernig það svona prentaðist út í loftið hérna. Og ég hefði þetta verið með support. Það var alveg greinlegt þegar ég skoðaði mótilið eftir á. En annars kom prentið bara mjög vel út. Og þetta er bara skemmtilegt efni. En kíkjum aðeins á mælingarnar sem ég gerði. Til að byrja með hérna þá er þetta tókþolið, það sem slít efnið í sundur. Og þá er þetta efni hérna lengst til hægri hérna, Extruder Lime ASA Glass Fiber. Og miðað við bara venjulegt ASA frá sama framleiðanda, þá sjáum við hérna muninn. Það er ekki jafn sterkt upp á tókþolið að gera og munar töluvert. Og svo er hérna annað Prusament ASA efni sem ég var búinn að gera mælingar á líka. Og svo bara ABS prentefni sem ég átti hérna líka. Þannig að það sjá hvernig þetta kemur út og það sjá hvernig Glass Fiber hefur áhrif á þetta. En kíkjum aðeins á höggþolið líka. Og þar er áberandi lélegt höggþol miðað við ASA sem er ekki með Glass Fiber. Upp á það sem stendur upprétt er reyndar mjög svipað. En það sem liggur flatt, það var greinilega töluvert mikill munur. Og hérna er Prusament ASA sem er ekki Glass Fiber. Það sjáu hérna það er ekkert ósvipað ASA venjulegu frá Extruder. Kannski aðeins minna höggþol en Glass Fiber er greinilega augljóslega með minna höggþol. En svo er hérna stífleikinn og það er það sem að Glass Fiber gerir við prentefni. Það er að gera það stífara og það er hérna ASA Glass Fiber lengst til hægri og ASA án Glass Fiber þar við hliðina. Þannig að það sést hérna töluvert munur þar á milli og það er ástæðan sem einhver myndi vilja þetta prentefni fram yfir venjulegt ASA. Það er bara til að fá meiri stífleika, þannig að það mælist klárlega hérna. Og svo er hérna ABS prentefni sem ég á og hérna Prusament ASA, þannig að það getur borðið þetta saman. En þetta er það sem ég vildi segja um þetta prentefni. Ég er bara nokkuð ánægður með þetta prentefni og klárlega að nota þetta í alls konar hluti og náttúrulega eitthvað sem er úti við, það hendar vel í það og þarf að vera stíft, þá hendar það líka vel í það. Þannig að þetta er bara mjög fínt. Ég prentaði þetta í Prusa Core One prentarinn mínu með lokaða hurð og allt svoleiðis, þannig að það er góður umhverfishiti. Það skiptir máli ASA prentefni eins og ABS að vera í lokuðum prentara.
Þannig að ég vildi ekki prófa að prenta eitthvað stærri prent á open prentara en svona lítil prent virka alveg á open prentara en leiðu þeir eru svolítið stærri þá þarf að vera með lokaðan prentara. En annars bara þetta fínasta prentefni og hentar í ýmislegt út í við held ég, myndi ég segja. Þannig það, en ég þakka fyrir mig, takk fyrir, bless.